Ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheimar hlaðvarp málefni ferðaþjónustu og ferðamennsku á Íslandi. Við Gunnar Magnús og Madalena erum öll kennara og rannsakendur í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og erum gestgjafar þáttanna. Og við ætlum að fá til okkar fólk af ólíkum vettvangi til að ræða allt milli himins og jarðar sem viðkemur ferðamálum. Velkomin í hlaðvarp ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheima. Gestgjafar í episód dagsins í dag eru Gunnar og Madalena. Og eins og alltaf erum við með gesti hér í stúdíu og gestur okkar í dag er Guðrún Þóra Gunnarsdóttir. Já, komið sæl. Guðrún Þóra, þú komst alla leið frá Akureyri, bara gott að sjá þig og takk fyrir að taka tímann. Guðrún Þóra er forstöðumaður RMF sem stendur fyrir rannsóknarmiðstöð ferðamála og við erum mjög spenntir að spjalla með þér. Og hér í podcast Ferðamál á Íslandi byrjum við alltaf með að heyra aðeins frá gesti okkar. Viltu kannski bara segja okkar aðeins frá þér, frá bakgrunnið þitt, hvernig þú komst í ferðamálafræði og hvernig þú komst í starfið þitt í RMF? Já. Bara svo almennt. Já, það er spurning hvað ég á að byrja. Hver er ég? Já, Þetta er nú eins og margt tilviljunum háð og kannski líka eins og margt einkennandi fyrir bæði ferðaþjónustuna sem unga atvinnugrein, ferðamálafræðina sem tiltölulega unga atvinnugrein. Fólk var að koma inn í hana víða að og ég kom inn í ferðamálin vegna þess að ég var að flytja til að Hólum í Hjaltadal eftir að ég kláraði mastersnám í samanburðarbókmenntum út í Bandaríkjunum og kom heim ófrísk og atvinnulaus. Gott kombo. En á þeim tíma var akkurat verið að undirbúa eða átt að fara að setja í gang undirbúning við það að stofna braut við það sem hét þá Bændaskólinn á Hólum. Og það átti að vera svona undir heitinu ferðaþjónusta í sveitum eða eitthvað slíkt. Þetta var á þeim tíma sem að það var gerður samningur í rauninni á milli Bændaskólinn á Hvanneyri og Hólum að þeir myndu í rauninni sérhæfa sig. Og sérhæfingin var þá þannig að á Hvanneyri átti að vera hið hefðbundna landbúnaðarnám og búvísindi, en á Hólum átti að einblína meira á þessa nýbúgreinar sem var kallað og það var hestafræði og reiðkennsla, fiskeldisnám og svo þetta sem þá hét ferðaþjónusta í sveitum. Já. Og ég var sérkönnuð í þann undirbúning og vann að því og svo kom inn aðeins seinna jafn ólíkur svona aðili með ólíkan bakgrunn Helgi Thorarinsson sem var var doktor í fiskalífeðlisfræði og var ráðinn til fiskeldisbrautarinnar. En fyrsta verkefni sem hann fékk, það var að vinna að stofnun ferðamálabrautar. Já. Þannig að svona geta nú tilvílanir vera margar og sérstakar og hann var kannski settur í þetta verkefni með mér vegna þess að hann hafði starfað lengi sem leiðsögumaður. Þannig að hann hafði innsýn í atvinnugreinina eins og þar stendur. Og ég hafði reyndar 2 sumur þarna á undan rekið ferðaþjónustuna á Hólum. Þannig að ég var líka komið örlitla innsýn í atvinnugreinina innan gæsalappa. Og hvenær er þetta? Þetta er, já, nú er ég að hugsa. Þetta er 95 sem þessi undirbúningur átti sér stað. Og það hafði verið búið að gera þarna einhverja undirbúningsskýrslu og landbúnaðarráðuneytið hafði staðið fyrir því að á þessum tíma var Bændaskólinn á Hólum undir hatti landbúnaðarráðuneytisins. Og við bara skelltum okkur í þetta verkefni, það er Djúpalögin eins og þar stendur og fórum bara í að rýna og það sem að gerðist fljótlega er að ég horfði mjög til Skotlands. Því að þar var nám í rural tourism, semst ferðaþjónustu í dreifbýli og sérstaklega var þetta var undir hatti Edinborgar háskóla minni með að hann verið en með campus í Ayr á vesturströndinni
og það var sem sagt, verið í raun að byggja það upp bara akkurat á þessum tíma og ég fór einmitt á fyrstu, það sem hefur kallið fyrstu svona rural tourism ráðstefnuna sem var mjög fróðleg. Þannig að þetta var auðvitað bara endalaust lærdómsferli að vinna þetta. En það endaði semst með því að við skrifum saman námskrá fyrir diplómnám í ferðaþjónustu í dreifbýli eins og við kallum það svona víðara heldur en sveitir. Og eins og segi við, fyrirmyndirnar voru mjög mikið þarna frá Skotlandi, Írlandi. Það var svolítið að gerast í þessari uppbyggingu þar á þeim tíma. Það má geta þess að nú löngu búið að leggja niður þetta nám þannig að ég er. Já. Þannig að svona þetta. Maður veit aldrei hvernig hlutirnir enda, en það var mikil metnaður þarna þá og fræðimenn sem að skrifuðu mjög mikið á þeim tíma ferðaþjónustu í dreifbýli sem að síðan sem sagt bara mistu vinnuna og fór annað þegar þetta var lagt niður. En já, þannig að við byrjuðum kennslu í október 96 í þessu prógrami diplóma í ferðamálum. Væntanlega eitt af fyrstu prógramunum eða Já, í ferðamálafræðum já, á landinu. já, það var í framhaldsskólanum. Já, Það var á Var það komið, Laugum, já. það var komið á Lauga og mig minnir það var einhvers staðar annars staðar líka, því að við kynntum Já. okkur það og við sendum, sko, þegar við vorum náttúrulega búin að gera þessa námskrá þá fengum við nú náttúrulega umsagnir, þannig að við sendum ég man að við sendum á Lauga þar sem að þetta prógram var, við sendum í atvinnugreinina, við unnum þetta töluvert náið með ferðaþjónustu bænda sem þá hét Hey Iceland eins og það heitir núna. Já. Og við sendum á fleiri aðila ferðamálastofu og fengum svona feedback á þessa samsetningu og þessar áherslu sem að við lögðum fram í þessari allra fyrstu námskrá sem tók nú fljótlega miklum breytingum. Þetta var mjög lifandi plagg. Akkurat. En já, og við byrjuðum semst ekki fyrir október af því að í rauninni var ekki samþykki komið, þannig að þetta byrjaði seinna heldur en skólinn, sko. Ég held að við byrjaði mánuði seinna heldur en skólinn, þannig að þetta var og 6 nemendur, þannig að þetta var kósí. Já. og þetta var svona, í rauninni má segja, þetta svolítið svona bara frumkvöðlastarf. Já. Og mjög skapandi, og það í rauninni forréttindi að fengi að gera þetta. Að búa til eitthvað svona frá grunni, þannig ég mjög þakklátt fyrir að mér hafi verið treyst fyrir þessu, sko. Spennandi. Já, þetta var gaman að lenda í svona. Og þú varst með í Fighting ferðamálafræða á Íslandi. Já, það má segja það. Allavega, ég hef minnst fylgst með frá grunni. Já. Ef ég man rétt þá byrjaði svo ferðamálafræði í HA 97 og hér í HÍ 98. Þannig að þetta gerðist allt á sama tíma. Það var einhver gerjun, Já, sko, var þú veist, eitthvað og momentum. þörf og svona menn sáu í kerfinu, ráðamenn, að þetta var ný grein. Það var að aukast ferðaþjónustan til landsins, þó að þessum tíma, ég minnir þetta hafi nú verið 300.000 eða eitthvað álíka Kósí. erlendir ferðamenn sem voru að koma. Tæplega það. Já, jafnvel Já. tæplega það, sko. Þannig En það var svona einhver aukning á milli ára og sérstaklega var náttúrulega ferðaþjónusta bænda mjög öflug á þessum tíma. Það eitthvað sem sko kannski ekki margir vita en vegna þess að ferðaþjónustan hefur verið svo frumkvöðladrifin á Íslandi en sko ferðaþjónusta bænda einhverju leyti svona sprettur líka upp úr bara þessum breytingum sem verða í landbúnaðum seinni hluta eða síðustu 2 áratugi og 20. aldar og fólk að leita einhverju nýju og fær stuðning svona stofnanarlegan stuðning. Já, það var framleiðin sjóður landbúnaður studdi svona breytingar, sko. Já. Þannig að menn voru að breyta fjósi í hótel eða eitthvað, Akkurat. eða hlöðu í eitthvað, að það var hægt að sækja styrki og það var töluverð hvatning á þessum tíma og búin að vera, sko. Og það er þess vegna sem að kemur þessi sem sagt, áhersla og umræða með það að vera með eitthvað prógram sem tengist ferðaþjónustu í sveitum. En það má náttúrulega ekki gleyma því að ferðaþjónusta bænda samt sko byrjar í samstarfi við flugleiði. Já, það bara 7. áratug. Já, seint á þeim áratug, sko, að það var að vera að búa til svona ferðapakka og geti farið í sveit
og gista á Það? sveitabæ í 2 vikur eða eitthvað svoleiðis, sko. Alveg. Þannig að þetta var svona pakkadíl. Já. Og þá byrjar þetta og síðan þetta voru einhverju bara 6 bæir eða eitthvað álíka í upphafi. Veistu hvar á Suðurlandi eða? Þetta var ekki bara á Suðurlandi, þetta var á Vesturlandi líka Ókei. og já, þetta voru nokkri bæir landið sem að gáfu sig út fyrir þetta í þessu samstarfi, sko. Já, ókei. Og Það sé örugglega sagt frá þessu þannig í bókinni að það er komin gestur já, það er sögu það. ferðaþjónustunnar sem kom já. út fyrir nokkrum árum. Og eins Þannig að- minni minn og þetta var nú lengi vel allavega á heimasíðu ferðaþjónustu bænda Já. eða Hey Æsland, Þannig að þar þetta sem þau geta upprunans. Glettilega löng saga. Já, þetta er nefnilega glettilega löng saga og eins og ég segi, sko, ferðaþjónusta bænda var á þessum tíma ótrúlega skipulögð í sinni uppbyggingu og fræðslu og leiðbeiningu til bænda. Sko, þetta voru annars vegar ferðaskrifstofan og svo voru sko samtökin og samtökin voru með sko mikið svona gæða eftirlit og syndu gæðamál og lögðu og þau voru snemma til dæmis í því að leggja áherslu á umhverfismálin Já. og setja það á oddinn og eins og ég segi gæðamál og þau voru með svona flokkun og reyndu að svona í rauninni nálgast ferðaþjónustu með frekar skipulögum hætti og í rauninni mætti segja að það er eiginlega synd að þetta einhver hafi ekki alveg bara grúskað og Já. rannsaka þessa sögu Já. og ég held við getum alveg lært mikið af henni það hvað tókst vel til og svona sko. Akkurat. Og ég held það er mörg góð dæmi þarna úr þessari sögu sko. Já. Þannig að þetta er alveg verðugt ef þið fáið doktorsnema Já, einmitt. að skoða þetta því að þó að sé búið að rannsaka og þú náttúrulega sérstaklega hvernig svona tilur ferðaþjónustunnar og mótun þá eigum við eftir að rannsaka enn meira Heldur hvað þetta betur, varðar já. sko. Þannig að en þetta var svona, já, við vorum í nánu samstarfi við ferðaþjónustubænda þarna fyrstu árin sérstaklega Já. og á tímabili vorum við meira að segja með sameiginlegan starfsmann sem annars vegar var með kennslu við ferðamáladeildina og hins vegar syndi mitt svona gæða og umhverfis þróunarstarfi hjá ferðaþjónustubænda. Þannig að og það held ég að hafi raun og verið töluvert okkar gæfa að fara í þetta nána samstarfi við ferðaþjónustubænda því að frá upphafi þá var lögð áhersla á að þetta væri svona með undir, já, hvað getum við sagt, undir hatti svona hagnýts og praktíks fókus og það var verknám strax í þessu fyrsta diplóma sko. Þannig að og þetta hjálpaði okkur þá líka að fá verknámsstaði og eins fengum við nú bara marga nemendur úr þessum röðum. Já. Það er segja fólk sem að þegar var farið af stað í uppbyggingu ferðaþjónustu en vildi svona fá einhvern þekkingargrunn. Og það er ótrúlega dýrmætt því að það fólk kemur inn með alls konar reynslu, spurningar og vangaveltur sem að samnefnendur græða á og kennarar auðvitað líka, þannig að það skipti mjög miklu máli sko. Og oft var fólk að vinna bara með sína eigin ferðaþjónustu í verkefnunum frá ýmsum hliðum. Og það er líka gaman að það er fullt af verkefnum út allt land sem maður sá fyrst í nemendaverkefni. Já. Það er alltaf voða skemmtilegt. Það er svona það er smá kikk sko. Já. Einmitt, þetta hafði áhrif. Þetta einhvern veginn hafði áhrif sko. Það er mjög ánægilegt sko. Og var RMF nú þegar til í þann tíma eða? Það var til þarna, það verður til 99 þegar að búið að stofna prógrammið hérna í HÍ og hérna Akureyri við HA og það voru þáverandi rektorar HÍ og hérna HA sem höfðu forgöngu stofnun RMF og sem hét þá Ferðamálasetur Íslands í árdaga og Hólar voru ekki með fyrstu 2 árin ef ég man þetta rétt eða 3, ég held að það verið kannski bara fyrstu 2 árin en það sem að vakti fyrir rektorunum þá held ég svona ef maður les allavega þeirra yfirlýsingar að það voru nýja námsgreinar komnar á stað við skólana og þeir vildu ýta undir rannsóknir og kannski hafa þeir svona séð að þetta voru svona mjög nýjar og óþroskaðar fræðigreinar og það skipti máli að vera í samstarfi, mögulega getur það haft sitt að segja. Svo held ég reyndar að menn hafi líka átt að segja á því að þetta var dálítið mikið svona byggðamál
Já. og ferðaþjónusta á þessum tíma það var mikið horft á ferðaþjónustu sem bjargráð dreifðara byggða, getum við sagt, svona í orðræðinni. Þannig að ég held að það vera ákveðin praktík á bakvið þetta upp á það einmitt hið sígilda mál að ná í styrki og fjármagn til rannsókna í ferðamálum, að þá væri gott fyrir þá HÍ að vera í tengingu við landsbyggðina í gegnum Háskólann á Akureyri og eins og ég segja, svo bættust hólar við. Þannig að þetta gerist allt svona á þessum tíma, að þessi þræðir einhvern veginn svona spilast saman. Og svo auðvitað þroskast prógrömmin bæði hér í HÍ og Hólum, þau lengjast og Hólar verða ekki lengur bændaskóli, heldur færi háskóli og fer undir menntamálaráðuneytið og allt það tilheyrandi breytingar, sko. Þannig að það verða, koma ný prógrömm og Þú fylgir þeim breytingum á Hólum, en hvenær er það svo sem Sko ég var deildarstjóri til 2009 og síðan var ég bara lektor við deildina frá 2009, eða ég reyndar var í fæðingarólofi þarna í 1 ár, til 2016. Þannig að þá sem sagt sótti ég þessa stöðu forstöðumanns rannsóknarmiðstöð ferðamála sem ég fekk og byrjaði þá. Búin að vera með mjög langt. Já, síðan vorið 2016, tíminn liður. Ég byrjaði var að koma þarna, sko. Næstum svo 10 ár. Já, þetta er 8 ár þá núna. Já, 8 einmitt. Já, 8 ár. Finnst þér svona að hafa breyst, sko, á þessum tíma að þú horfið náttúrulega, svona aðeins. Frá því ég kom til RMF þá, eða? Já, eða bara aðeins allan lengra, já. Ég meina, þú líka í starfiðinu, sko, sem deildarstjóri á Hólum og að það hefur náttúrulega verið í þessari þróunarvinnu og uppbyggingu líka í tengslu við ferðamálasetrið og rannsóknarmiðstöðina og í samtalinu við hina háskólana. Þannig að höfum mjög svona einstaka stöðu, sko, eða sýn. Þannig að svona hvernig svona horfir þetta við þér, eða horfir tilbaka, sko? Já, það er búið að fyndið, sko. Þegar þú varst að byrja Stundum finnst mann ekkert hafa breyst, Já. Sem undarlegt. En svo náttúrulega leið og maður fer að hugsa það, sko, að því að stundum finnst maður vera að tala sömu hlutina svolítið aftur og aftur og aftur, segja það sama. En auðvitað er það ekki rétt. Það hefur rosalega mikið breyst. Og fyrsta lagi náttúrulega það bara þessi vöxtur ferðaþjónustunnar. Þannig að umfang greinarinnar náttúrulega bara, þetta er bara svart og hvítt. Og við sjáum, afleiðingar þess, sko út allt land og í öllu varðandi, ég meina bara efnahaginn og alls konar. Þannig að það náttúrulega eitthvað, sko, sem okkur óraði ekki einu sinni fyrir þegar við vorum þarna árunum, sko, 96 til 2000. Það bara hafði enginn, held ég, hugmyndaflugu í það allt saman, sko, hvernig hlutirnir myndu þróast. En það sem ástæðan fyrir segja stundum virðist ekkert hafa breyst að það ennþá sorglega lítill skilningur í kerfinu, svona fyrir því með hvaða hætti best að styðja við og styrkja og byggja upp svona til lengri tíma. Þannig að við erum mjög mikið ennþá í þessum viðbragðsfasa og svona einhvern veginn að láta þetta bara gerast, ástandið, takast á við ef að koma upp einhverjar krísur, þá bregðumst við, en með kerfisbundnum hætti þá get ég ekki sagt að sá skilningur hafi aukist. Og það að mörgu leyti eins og þessi atvinnugrein, ferðaþjónusta, það sé mjög erfitt að búa henni stað inn í stofnanakerfinu, sko. Og vegna þess að það atvinnugreinar sem voru fyrir á fleti, það eiga einhvern veginn, getum við sagt, sín númer, sína skilgreiningar og það gengur illa einhvern veginn að gera það með sama hætti og formfesta það með sama hætti og manni finnst það auðvitað stórkostlega undarlegt þegar að ræða svona stóran atvinnuveg sem að skiptir svona miklu máli í þjóðarútboðinu. Ég meina þetta stærsta útflutningsgreinin okkar og búin að vera núna í nokkur ára skeið. Það gerðist ekki í gær, sko. Þannig að við höfum haft tíma og það komið ríkisstjórnir og farið og
verkefnin hafa verið skilgreind í ferðamálaráð, við höfum náttúrulega ekki haft ferðamálaráðuneyti nema örstutt skeið. Þannig að það eins og þetta að menn eigi mjög erfitt að ná utan um þetta. Og auðvitað eru örugglega margar praktískar ástæður fyrir því, en það líka einhvern veginn af því að ferðaþjónusta svona allt og ekkert, getum við sagt. Þetta pínu amaba og umvefur samfélagið, þjóðfélagið, kemur svo víða við að það einhvern veginn kannski stundum erfitt að ná tökum á þessu. Já. Og þrátt fyrir að við eigum orðið miklu meira og fleiri menntaða einstaklinga sem að vissulega hafa látið til sín taka víða land, bæði eins og ég sagði svona frumkvöðla starfsemi sem að oft til fyrirmyndar, en líka við eigum einstaklinga bæði úr prógramni héðan og frá Hólum sem að hafa farið til dæmis til sveitarfélaga, eru hjá markaðsstofum og hafa alveg gert þar góða hluti, en þegar umgjörðina vantar, þá eins og að sé alltaf við rekunst pínu Já. á vegg, sko. Þannig Og að rannsóknarmiðstöð ferðamála að einhverju leyti sko svar við því eða hefur hún hlutverki að gegna í þessu? já, hún auðvitað á hún að hafa hlutverk. Hún ekki svar við því vegna þess að ég held, sko, eins og ég sagði áðan, að ástæðan fyrir að menn settu RMF á laggirnar á sínum tíma var til að efla rannsóknir. Og menn Innan háskólana? Já, Já, innan akkurat, háskólana. já. Og menn trúðu því að það skipti máli að setja þetta svona í fókus, auðvitað, þeir sem eru að kenna innan háskólana, auðvitað eru með rannsóknarskyldu og sinna sínum rannsóknum, en ég held að menn hafi trúað því að þetta myndi gefa svona, þetta væri ákveðin hraðall ef hægt að orða Já. það þannig. Akkurat. Og það hafi verið vonin og auðvitað var það, ég meina það ýtti undir rannsóknir og ég held að RMF hafi sett alveg kastljósið á þörfina á rannsóknum. En fjármögnunar módelið nákvæmlega sama núna og það var 1998 eða svona 2000 getum við sagt. Þannig að það hafa ekki orðið stórkostlegar breytingar þar og það verður nú að segja að það hefur staðið starfseminni fyrir þrifum ef við erum að hugsa að þetta eigi að vera sem sagt rannsóknarbatteri sem að skiptir máli líka fyrir atvinnugreinina og Já. þá hafa menn verið að horfa á Hafró eða rannsóknarstofnun landbúnaðarins sem að var á hét að sem að svona sú umræða óx eftir eftir því sem að framvatt, sko, að menn vildu svona byggja upp eitthvað öflugra rannsóknarbatteri og það hefur ekki tekist. Nei. Það alveg augljóst, sko, að bara ef við lítum náttúrulega bara á það sem fer í eyrnamerkt rannsóknum í opinberum fjárlögum og annað slíkt að þá það alveg augljóst að við erum hvergi komið tærnar, sko, það sem Nei. hinir hafa hælana, sko. Nákvæmlega. Og það ekkert sem að bendi til þess að það breytist. En RMF hefur samt hlutverk og við höfum held ég bara, og mínu forverar gerðu það mjög duglega að reyna að vekja athygli á þessari þörf og svona reyna að tala fyrir því að auka skilning. Og eitt af því sem að mér hefur fundist RMF svona alveg tekist ágætlega til að byggja svona brýr á milli skólana þriggja og auka samtalið. Það mætti auðvitað vera ennþá meira en við komum alltaf að því að við erum fá. Og þá ég ekki bara að tala um RMF, ég að tala við erum fá hér í HÍ, sem sagt fólk sem sinnir ferðamálum og Hólum. Þetta eru fáir einstaklingar Já. og náms deildin fyrir norðan eða sviðið ferðamál sem var lagt niður í hruninu, þannig að nú náttúrulega erum við bara með ferðamálafræði við Hóla og HÍ. Já. Þannig að þetta ekki margir einstaklingar sem að innan háskólana akademískir sem að sinna rannsóknum á ferðamálum Alls ekki. og þó að þetta séu duglegir einstaklingar þá hafa þær bara svo marga tíma í sólarhringnum og samstarf tekur tíma. Já. Og orku Einmitt. og það kostar líka fjármagn.
En við höfum svona reynt á undanförnum árum að leiða fólk saman og reyna bara að taka þátt í viðburðum og slíkt til þess að eiga þetta samtal. Og ég held að bara svona ef við horfum til framtíðar, þá held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt að við reynum að efla mjög svona rannsóknarhópa og það sé eina leiðin okkar fram á við og þá helst sko með þverfaglegum svona hatti. Já, Vegna þess að það sem stendur okkur svolítið fyrir þrifin finnst mér í ferðamála rannsóknunum hvað aðrar fræðigreinar sýna þessu viðfangsefni lítinn áhuga. Hagfræðin og þess vegna hugvísindin og bara félagsvísindi í breytinni, allir sinni breytt og Já. jafnvel sko arkitektúr og verkfræði vegna þess að eins og ég sagði áðan, þetta atvinnugrein sem að snertir svo marga fleti samfélagsins og við þurfum þennan þekkingargrunn sko úr öðrum fræðigreinum og ég held svona til þess að takast á við stóru málin eins og loftslagsbreytingar og slíkt að þar þurfum við þennan svona þverfaglega þekkingargrunn. Já. Það varst að tala að RMF svona brú á milli fólk sem að rannsaka ferðamálafræði og ég bara að hugsa núna á þetta fyrsta sinni sem ég heyrði frá RMF var í 2019 þegar ég var að byrja í doktorsverkefni mitt og mér var bjóðin í fyrsta rannsóknardag og RMF að búa til þessi rannsóknardag næstum því árlega eða ekki og mér finnst þetta svo dýrmætt. Mér fannst þetta mjög dýrmætt að komast inn og tala rannsókn mitt, fá endurgjöf og heyra líka frá fólk sem líka að rannsaka ferðamálafræði, sem líka í þessi doktorsverkefni ferli og ég fann ég ekki ein í þessu, það líka fólk úti þarna sem að gera sama, sem með sama vesen kannski. Getur þú kannski sagt nokkra orð þessi rannsóknardag? Rannsóknardaginn? Já. Já, þetta nú búið að vera sem sagt, mínir forverar sem komu þessu á stað. Ég held að nú virkilega verið Edward Typen sem startaði þessu á sínu tíma og bara eina af þessum svona áherslum sem að RMF hefur haft lengi að markmiðið með rannsóknardeginum einmitt að reyna að varpa ljósi á sko nýjar rannsóknir og sem að doktorsnemarið að gera og eins líka einmitt eins og þú segir að leiða þá saman þannig að við fáum pínu yfirsýn sko. Já. Og það reyndar hefur alveg stundum verið áskorun fyrir okkur að bara hafa upp á þeim sem að eru að sinna og eru með doktorsverkefni af því að það ekki endilega bara við ferðamálafræðina heldur í oft öðrum fræðasviðum og jafnvel öðrum skólum náttúrulega að við höfum verið með doktorsnema frá Listaháskólanum og Hvanneyri þannig að og fleiri þannig að það mjög mikilvægt að bara til þess að búa til vettvang þannig að hlutverk RMF hefur í rauninni verið að búa til vettvang og tilefni einhvern veginn þannig að stundum bara þarf einhverju utanaðkomandi og það náttúrulega eins og í rauninni varðandi frumkvöðla starfsemina líka að það svo mikilvægt að það sé einhver sem að býr til vettvanginn fyrir samtalið og vegna þess að það allir eins og ég sagði svo uppteknir af sínu eðlilega og við erum svo fá og tíminn oft af svona skornum skammti þannig að það þarf oft einhvern veginn svona utanaðkomandi afl til þess að kalla fólk saman og þetta ég alveg sammála þér, þetta hafa verið góðir dagar og oft mjög svona mikilvægt af því að þetta hafi ekki bara verið doktorsnemarnir heldur höfum við reynt að fá leiðbeiningar líka að þá hefur þetta svona stuðlað að því að fólk svona aðeins meira að fylgjast með jafnvel innan sama háskólans eins og ef við tölum HÍ af því það hefur komið fólk frá mismunandi fræðasviðum innan háskólans að það ekkert endilega mikið samtal þar á milli svona dagsdaglega sko og þetta hefur svona gefið tækifæri til þess þannig að þegar við höfum tök á það hafa alveg komið ár sem að við bara höfum ekki haft fjármagn eða tíma til þess að skipuleggja en við erum að skipuleggja fyrir næsta vor þannig að við höldum áfram reynum þetta. Það svo dýrmætt finnst mér að hafa þetta. Já. Og svo náttúrulega annað eða sko svo hefur náttúrulega
RMF að sinna alls kyns verkefnum svona að einhverju leyti, já, má kannski kalla þau þjónustuverkefni og en sum hver eiga sér langa sögu eins og til dæmis kannanir meðal almennings viðhorf til ferðaþjónustunnar, skemmtiferðaskipa, rannsóknir og annað slíkt. Geturðu svona leitt okkur aðeins í gegnum svona hvað svona helst að finna ef fólk finnur að verða forvitið og vilja skoða meira inn á heimasíðu RMF hvað mun það finna? Já, ég hvet náttúrulega alla til að fara inn á rmf.is og dunda sér aðeins við að skoða hvað þar að finna. Þess að þar eru allar okkar skýrslur útgefnar aftur í tímann. Ekki í fyrstu þegar það var bara prentað, það var ekki rafræðin þarna í gamla daga. En þetta næri ansi langt aftur, 2011 minni mig. Svo að það alveg kominn góður banki af skýrslum úr alls konar verkefnum. Og það líka listi yfir þau verkefni sem að RMF hefur tekið þátt í og sem sagt þeim sem eru lokið. Þannig að það ýmislegt þarna að finna og eitt af því sem áður en ég fer lengra bara sem að RMF hefur gert núna undanfarin ár, það að taka saman fræðigreinar eftir akademika við háskólana 3 á Íslandi. Já, sem sagt Háskólann á Hólum, Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands á sviði ferðamála. Þannig við reynum að fylgja, auðvitað getur verið að sé grein og grein, en svona fræðigreinar við reynum að gefa út lista og uppfæra þennan lista, þannig að sé á einum stað hægt að sjá þetta yfirlit. Auðvitað eru fleiri en við höfum einbeitt okkur af þessum 3 háskólum sem standa að baki RMF. Til þess einmitt að geta sýnt fram á þá rannsóknarvirkni sem í gangi innan háskólan, sem sagt fyrir utan RMF. Og auðvitað eru einhverja greinar þarna eftir starfsmenn RMF en við erum fyrst og fremst að reyna að kasta kastljósi á þetta starf sem í gangi innan akademíunnar og það það núna fyrst og fremst hér í HÍ og í Háskólann á Hólum af því að það kennd ferðamálafræði. Þannig að endilega fara inn á rmf.is en hvað varðar verkefnin af því að fjármögnunarmódelið þannig að stór hluti af því rekstrarfé sem sagt RMF með sjálfsaflafé. Þannig að þá byggja verkefni svolítið á því bara hvar gefst. Og það getur verið svona eins og þú kallar þjónustuverkefni og þau hafa verið áberandi í gegnum árin. Mjög mikið svona í tengslum við umhverfismat hvers konar. Varðandi virkjanir til dæmis eða fyrirhugaðar virkjanir, vegaframkvæmdir, línulagnir og slíkt og þá höfum við oft verið að koma að því að meta áhrifin á ferðamennsku og ferðamenn sem sagt. Þannig að það heilmikið sem til það og það það þá skýrslur sem hafa verið gefnar út og þar þó að þetta sé þeim annmörkum háða, þetta verið að svara bara tilteknum spurningum, þetta mjög svona tímabundin verkefni, það ekki langur tíminn gefinn í að vinna svona verkefni, en engu að síður þá hefur byggst upp þarna ákveðin þekking og þekkingar grunnur getum við sagt. Hvað varðar þessa tegund og samspil mannvirkja og ferðaþjónustu og slíkt. Síðan hafa verið verkefni sem tengjast á umsóknum í sjóði. Núna á síðustu árum hefur við svolítið verið að sækja í Erasmus Plus verkefni. Erum akkurat núna að klára verkefni sem við stýrðum því verkefni sem snýr að því að efla leiðtogafærni kvenna í ferðaþjónustu. Og í þessum verkefnum, þó að þau, af því að þetta Erasmus Plus, þá þau með við að búa til kennsluefni eða þjálfunar eða svona þróunarefni sem að nýtast í greininni eða í kennslu. Þá alltaf svona ákveðin rannsóknar þáttur og það það sem við sækjumst í eðli málsins samkvæmt og það hefur alveg gefið okkur tækifæri til að fara inn á ný svið, að fá fjármagn til að kanna sem sagt einhver svona, fræðasvið eða svið sem að við höfum bara ekki og það enginn sem að styrkja neitt og til dæmis
fyrir nokkrum árum vorum við þátttakendur í verkefni sem sneri að svona popkúltúr í ferðaþjónustu en fókusin var Vá. dálítið mikið á kvikmyndaferðaþjónustu, hluta til líka bókmyndaferðaþjónustu en kvikmyndaferðaþjónusta var mikið í fókus. Hvenær var þetta? Þetta var ártöl eru ekki mín sterkasta hlið en mig minnir að við höfum byrjað 2019. Já, ok. Já, og ekki þetta var langt síðan. 2 ára verkefni. Já. Þannig Ok. við vorum aðeins í þessu í COVID sem hafði nú vissulega áhrif. Sem er mjög stort núna, influensa og svo allt. Já, þannig að en sem sagt þarna gafst okkur tækifæri sko, við tókum viðtöl við ýmsa aðila sem að hafa verið að þreifa sig áfram við að búa til einhverja ferðaþjónustu vöru sem tengist því að kvikmyndir hafa verið teknar upp, sem sagt. Þannig að og það var auðvitað eins og við vitum mikil aukning á þessum árum í því að bara Ísland væri svona staður fyrir kvikmyndatökur, hvort sem það voru bíómyndir eða þáttaraðir eða eitthvað slíkt. Og við náttúrulega erum ekki komið með það sem Írar hafa hæluna við að búa til og þróa ferðaþjónustu sem byggir á þessum staðreyndum að það eru svæði, staðir sem hafa orðið vinsælir vegna þess að þeir eru leika stórt hlutverk í kvikmyndum eða þáttaröðum. Og þannig að það var mjög lærdómsríkt að bara að þreifa sig áfram innan þessa og auðvitað í fullkomnu heimi hefði við sótt rannsóknarverkefni sem fylgdi þessu eftir. Já. Og við reyndum en fengum bara nei. Já. Þannig og það er stundum þannig sko. Já. Og það er töluvert mikill tími sem fer í það að sækja styrki eins og náttúrulega bara er í akademíunni bara almennt séð en það er oft sýnd veiðin ekki gefin og stundum er nú bara úthlutunar hlutfallið innan við 20% og jafnvel innan við 10 í sumum sko. Þannig að líkurnar oft eru ekki neitt gríðarlega miklar og þess vegna held ég að skipti svo miklu máli sem ég var að segja upp að við þurfum sterkari rannsóknarhópa sem eiga frekar séns að komast í gegn í svona stærri rannsóknarsjóðunum sko. En svo er það verkefni svona eins og viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu og ferðamanna sem að byrjaði 2014. Og þetta er svona, held ég geti sagt að okkur finnist vera svona fyrirmyndarverkefni. Það er að segja, þetta er draumaheimurinn. Að því leyti að þarna er búið að vera að endurtaka með svipuðum hætti rannsókn meðal Íslendinga á X ára fresti, bæði á landsvísu en líka svæðisbundi. Og þetta eru gríðarlega verðmæt gögn og í rauninni er þetta vannýtt gögn líka vegna þess að það sem RMF fær auðvitað bara samning í hvert skipti fjármögnun hefur verið aðeins mismunandi, fyrst byrjaði þetta hjá Ferðamálastofu, svo fór þetta til stjórnstöðvar ferðamála gegnum ráðuneytið og nú aftur inn í rannsóknarröð Ferðamálastofu og þetta væri alfullkominn heimur. Þá hefði þetta verið hugsað sem rannsóknarprógram í upphafi til lengri tíma og það er það sem okkur vantar svo mikið, að við hugsum rannsóknir til einhvers meira heldur en árs, að við hugsum og skilgreinum svið og segjum hérna vantar okkur rannsóknir og hvernig getum við byggt upp plan næstu 10 árin og svo eru bara skilgreindar vörður á þeirri leið. Vandamálið þegar er bara svona 1 ár, 1 verkefni að þá er oft kannski ekki nógu mikil samfella, ekki kannski alveg nógu skýr framtíðarhugsun en í þessu verkefni hefur þá alveg frá upphafi og þetta var að frumkvæði Ferðamálastofu sem að leitaði þá til háskólana og RMF og það var sko mjög mikilvægt svona frumkvæði Ferðamálastofu á þessum tíma sem að því miður hefur bara ekki fylgt eftir. En það leit út fyrir að við værum að sjá nýtt landslag og við höfum ekki náð að sko fylgja því eins vel eftir eins og hefði kannski verið hægt að gera. En ég held við sjáum það þegar í þessum gögnum sem við höfum núna, hvað er mikilvægt að geta skoða breytingar og skoðað hvaða þættir það eru sem eru að hafa áhrif og annað slíkt. Þannig að það væri frábært að við ættum svona
víðar, eða sem sagt á öðrum sviðum. Já, fyrir fleiri Já, viðfangsefni. viðfangsefni, Já. sko. Og ég held að við gætum gert svo stóra og spennandi hluti ef það væri. Og ekki það, ég ekkert mjög sko hrifin að því að við berum okkur of mikið saman við Hafró, af því að ég held bara að sem sagt, við náum aldrei komast áfram, en þetta einhvern veginn tungumáli Já, og hjálpar að skilja kannski hvað við erum að eiga við, en þar eru sko, það eru loðnurannsóknir, það eru stofnrannsóknir þorski og þannig að við þurfum margs konar sjónarhorn til þess að vita hvernig natúrugreinin á að fungera og hvernig hún verður eld og hvernig hún verður arðsamari og hvernig við vinnum með þeim hætti að við sem ekki að ganga á auðlindina og heldur að byggja upp og annað í þeim dúr. Þannig að það engan veginn nóg að vera með kerfisbundna rannsóknum á viðhorfum heimamanna. Við þurfum svo miklu víðtækari nálgun á þessa atvinnugrein. Já, þannig að þetta svona dæmi eitthvað sem væri hægt að gera miklu víðar Ég held það. og en þetta með samfellun er alveg gríðarlega mikilvægt held ég einmitt að dreifa kröftunum ekki of víða og Já. Og það kannski það sem hefur vantað upp á. Það hefur vantað upp á og líka sko þetta með að við erum svona svolítið háð þessu utanaðkomandi fjármagni, Já, þá erum við kannski ekki markvisst að byggja upp þekkingu einmitt. og það veikleiki. Auðvitað náttúrulega viðfangsefnum kannski stjórnar svolítið að því Já, sem það sem veiðist, sem það peningurinn sem fiskast sko. Já. og þá erum við að taka sko starfsmenn og henda þeim í ólík verkefni og það tekur langan tíma að byggja upp öflugan Mhm. í rauninni svona rannsóknar innviði sem í bara sko fólk Akkúrat. og við heldur ekki geta tekið við fólki sem að klára sitt doktorsnám. Nei. Það ætti að vera vettvangur að koma til RMF og það í rauninni svona sorglegt hvað lítill vettvangur fyrir nýdoktora og það eitthvað sem okkur vantar gríðarlega Já. sko. Það vantar bara pening fyrir þetta. Já, það er þannig sko. Já. Við koma í lokaspurning. Já, það ekki. Já, ég hef með eina spurning að því að það er mikið í gangi í akademíur hér í ferðamálafræði á Íslandi, en finnst þér að fólk að hlusta á okkar? Finnst þér að við eigum áhrif á þróun í ferðamála eða ferðaþjónustu? Þannig að atvinnugreinin sé að hlusta meinarðu? Já, Já og nei, sko, mér finnst hún sko, fólk í atvinnugreinin taka mark á því sem við erum að segja, því sem þið eru að segja, en það erfitt að ná í gegn og það auðvitað bara, það svolítið veruleikinn í dag líka. Það svo mikið í gangi einhvern veginn og fólki finnst svona einhvern veginn veit ekki alltaf hvar þá að leita upplýsinganna og þetta eilíðar efni hvernig miðlum við sem best og það auðvitað, það ekkert því að leyna að mönnum finnst sko akademían kannski vera of erfið, hún skrifar bara sína greinar og þær séu ekki aðgengilegar og það vísindamiðlun, þekkingarmiðlun, hún gríðarlega mikilvæg já, og ég rauninni bara svona grein í sjálfu sér. Þú veist, við erum ekki sérfræðingar í því í RMF sko, bara alls ekki. Þó við reynum bara að gera okkar og þetta eitthvað sem að mætti styðja betur við innan háskólann til dæmis og maður þekki það víða erlendis að þá bara sérfræðingar í þessu og þeir taka efni frá akademíukunum og koma því á framfæri til greinarinnar. Þannig að þetta eins og ég segi, þetta ákveðin svona bara fræðigrein í sjálfu sér. En mér finnst samt sko, svona ef ég lít tilbaka að þá finnst mér alveg, til dæmis ef við tölum samtök ferðaþjónustunnar, að þau hlusta og þau vilja vera í samtali við okkur. Það myndi ég segja. Þannig að já, þetta svona já og nei, svolítið. Volandi bara hjálpa podcast okkar fleiri að hlusta. Það allavega eitt skref. Það Já. eitt skref, já. En ég alveg sammálaður að þetta svona alltaf áskorun vegna þess að sérhæfing fólks alltaf að aukast á Já. einhvern hátt Já. og
og það sem við erum svo fá, þá þurfum við stundum að vera með marga hatta og Já. stökkva á milli hlutverka og en þá held ég líka að svona samstarfsvettvangur eða hvað við kalla RMF sem stofnun eða samstarfsvettvang Já, samstarfsvettvangur held ég sé bara gott orð. já, Já, einmitt. skiptir gríðarlega miklu Já, máli ég er sammála því. Ég og held að til skipti stuðnings. máli. Já, Þannig einmitt. Og við svona reynum að taka það hlutverk alvarlega. En varðandi líka miðlunina að það er eitt af því sem að sko þegar við erum í þessum þjónustuverkefnum og öðrum verkefnum að eins og ég sagði þetta eru tímabundin verkefni, oft er þetta bara einhverju 7-8 mánuðir, jafnvel styttra í sumum tilfellum, líkur með skýrslu til viðkomandi. Það er ekki fjármagn til að fylgja því eftir og miðla því. Nei. Nei. Þannig og það er oft svona hefur áhrif sko. Já. Því miður, við komum alltaf að því sko. En ég held að sé mjög mikilvægt að við reynum einmitt að styðja bara hvert annað í að segja frá og svona minna á hvað er í gangi. Þannig að það held ég að sé bara gríðarlega mikilvægt og eins og ég segi, RMF reynir að taka þátt í þessari miðlun að bestu getu. Er ekki góð loka orð? Já, mér finnst það. Já. Mér finnst það. Bara takk fyrir ykkur, Þóra. Kærar Takk fyrir þakkir. mig, gaman að vera með þér. Takk sem leiðis.